sæl. Í þættinum í dag ætlum við að tala það að lifa af banaslys, sem hljómar kannski svolítið öfugsnúið, en eins og við vitum að þá berast okkur því miður stundum fréttir af alvarlegum bílslysum og banaslysum úr umferðinni og sem náttúrulega snertir okkur öll, kemur við okkur öll og oft fáum við að sjá myndir af þeim sem að létust og kannski getum tengt við og vitum hver það eru. En sjaldnast fáum við að vitum afdrif þeirra sem að lifa af, þeirra sem að hafa kannski verið farþegar í bílnum eða verið í bílnum og lifað af. En við getum rétt ímyndað okkur að þeir sem að lenda í því að vera í bíl þar sem að farþegar og vinir látast þurfa að vinna úr slíkri reynslu, bæði andlega og líkamlega. Í dag hef ég fengið til mín konu sem að á þessa reynslu, að lifa af banaslys þar sem að vinir hennar tveir létust og hún ætlar að segja okkur þá sögu og segja okkur frá því hvernig hún vann úr því og byggði sig upp aftur bæði andlega og líkamlega. Og vertu velkomin til mín, Dagbjört Oddný Matthíasdóttir. Takk. Og takk fyrir að vilja koma og segja okkur þessa sögu því að eins og ég var að segja hérna í kynningunni, sko, við fáum fregnir af þeim sem látast í slíkum slysum. Við sjáum myndir og svona einhvern veginn vitum kannski eitthvað þá en svo heyrum við af því einhverjir hafa lifað af. Og við fáum síðan ekkit kannski meira að vita þá einstaklinga ef þeir standa okkur ekki nærri. En maður getur rétt ímynda sér hvað það er mikil vegferð framundan að vinna úr þessari reynslu alveg saman hvað fólk slasast mikið, hvað sem slasast mikið eða lítið, þá er þetta örugglega alveg ótrúleg lífsreynsla og skelfileg. Já, með það. Já. Og þú sko ætlar að segja okkur sögu vina þina, Julie og Tony, sem að komu hingað til lands 2005 og það er þá sem þetta slys verður. Já. En segðu mér aðeins svona þannig fólk átti sig á tengslunum við þessi hjón, góðu hjón, sko, hvernig þekktust þið? Sko, 1974 þá kemur Julie ásamt vinkonu sinni Liz til Íslands og hafði hitt íslenska stelpu í Rauðahafinu og hún hafði sagt, já farið bara heim til mamma og pappa, þau búa í Írabakka í Reykjavík og þær fá þetta niðurskrifað og svo bara komu þær, en þegar þær voru á umferðarmiðstöðinni að þá, það var slagviður úti og það kemur einhver þarna og já, það var lögregluþjónn og hann eitthvað að segja, er þið eitthvað villtar, vitið ekkert hvert er að fara eða, jú, við erum að fara á Írabakka og hann heyrir Eyrarbakka og hann skullar þeim á rút og þær fara á Eyrarbakka. Já, ok. En byrju, Írabakki var þá bara hvað upp í Breiðholti? Já. En þannig byrjaði ævintýrið hjá henni að koma til Íslands. Já. En ég átti vinkonu sem bjó þarna, sem sagt var systir þessa íslensku stelpu og ég hitt hana þar, þessa Julie og Liz og okkur fannst þetta var spennandi. Já. Það var komnar þarna stelpur frá Breitlandi að fara að vinna í fiski á Íslandi, þú veist, það vildi fara að gera það, sko. Já. Og var Julie á svipum aldri og þú? Hún 2 árum eldri. Já. Var þarna á 19. árinu. Og þarna takast með eitthvað kynni sem að bara héldu alveg. Já, sko, svo fer ég til Vestmannaeyja. Hún fór til Vestmannaeyja að vinna og þær báðar. Já. Og ég fór síðan þangað sumarið og þá hittust við aftur og þá eru þau mikla vinkonur, sko. Já. Og hún vill endilega, ég læri nú betur ensku því hún fannst ég ekki vera nógu góð. Nei. Og hún var búin að leggja mikið á sig að læra íslensku, sko, allan tíma. Já. Og náði svona einhverju tökum á því. Já, sérstaklega að blóta. Það var mjög erfitt fyrir mig, sko, að hlusta á hana, sko, þegar hún byrjaði frumsuna. Já. En svo, fór ég með henni til Bretlands og Liz var þá farin heim og við ákveðum að fara að heimsækja hana bara fyrst, fóru þangað í Skotlandi og svo fórum við bara alla 3 ára á puttunum og alla leið til Shetlandseyja. Við reynda fórum í skipi frá Aberdeen og vorum í Shetlandseyjum í viku og hittum þar fullt af fólki og yndislegt, sko. Við þvældust í mánuð og deila peningarnir okkar voru búnir. Hýran frá því sumarið. Já, sumarhýran og fiskinum. Við urðum náttúrulega að fara að finna okkur eitthvað að vinna og við fórum heim til Bexhill on Sea sem er í Suður-Englandi
það sem að foreldrar Julie bjuggu og við fengum að búa þar og finna okkur vinnu, þannig að við fórum bara að vinna og ég var þarna og alltaf á kvöldin þá vorum við að æfa okkur í að skrifa og tala og ég náttúrulega lærði bara með því að hlusta sko, aðalega. Og helst svo bara þessi vinátta þannig að hún kemur og heimsækir þig til Íslands og þú ferð svona stundum heimsækir hana, hún eignast sinn mann, Tony. Já, ég var vottur við giftinguna þeirra og var eina sem átti að vera þar í þeirri vislu, eða var þar og svo 9 mánuðin seinna þá komu tvíburar. Heim. En ég var búin að kynnast Tony aðeins áður þegar þau bjuggu í London og þau voru búin að vera par í svolítinn tíma sko. Þannig að við vorum, þetta voru nánir vinir þínir. Já, við Julie vorum ofsalega nánar. Við vorum búin að vera, og eftir þetta þvældust við mikið og þú heldur áfram sko tengslum við hennar börn, þau voru, þessi tvíburarnir voru 21 árs þegar þau falla frá og þú hefur alltaf haldið sambandi við þau og farið heimsóttu og svona. Þau eru búin að koma til Íslands, þau hefðu aldrei komið áður. Nei, eftir að foreldrar þeirra dóu. Já, þá eru þau búin að koma tvisvar til þess að bara hauka mig, fannst mér sko. Og þú veist bara, og við höldum þessum tengslum. Þú ert með hérna í albúmi myndir frá síðustu sko ferðin ykkar saman þegar þau koma hingað til Íslands 2005 og þið farið að ferðast landið og þú varst að sýna mér hérna myndir að þið eruð í fjallgöngu. Já, við fórum þegar þau komið til Íslands 2 þarna 2005 þau komið 30. júlí og það var verslunarmannahelgi þannig að við ákvæmum yfir í bæni þegar verslunarmannahelgi var og fara svo bara strax út á landleið og umferðin var í búin en við fórum upp á hálendið, fórum þarna upp á Bláhnjúka mitt, við vorum í tjaldi og hér mynd af ykkur saman ánaður upp á toppi Blátinds. Já. Þú sagði mér á hann, hún hefur verið aldrei loftrædd. Hún var rosalega loftrædd. Já, hún var eiginlega skelfingu lostin sko. Og hér mynd af Tony líka, hér hefur komin upp á toppinn, allsæl þarna. Já, en þetta var mjög skemmtilegt að fara með þau einmitt þarna upp í Landmannlega því að ég hafði nú gengið þarna mikið sjálf en þau hefðu aldrei komið ángað. Þó að Julie hefði nú verið búin að vera á Íslandi og hafði aldrei komið upp í Landmannlega. Og við fórum í Hrafntinnusker og við fórum svona, það var vinafólk mitt svo yndislega sem áttu jeppa og við fórum á 2 jeppum í þessa ferð og þetta var ofsalega gaman sko. Og svo ertu hér með mynd af þeim tekin sko bara nokkur klukkstundum áður slysið. Já, bara klukkutíma áður. Klukkutíma. Já, þá. Síðasta myndir sem tekin áður. Og þau eru hérna borð í hverjum bát? Hvaða bátur er þetta? Heitir hann ekki Lagaormurinn eða Lagafljót? Jú, Lagafljótsormur, þetta er þess að báturinn sem siglur Lagafljótið. Já, hann var bara kjörað í Allavíkina á þessum tíma allavega og við sátum bara þarna og það var þetta að kaupa veitingar sko. Já, og þau eru bara þannig að þau voru að fá sér ís. Já, það var svo heitt þennan dag. Það var yfir 20 stiga hiti. Já. Og við vorum svona að melda með okkur hvort það ættum ekki að drífa okkur inn á Egilsstaði og fara bara í sund og kaupa eitthvað svo með grillinu kvöldi sko, því að við vorum hjá vinafólki mínu sem býr í Fellabæ. Og þið eruð sem sagt þá að keyra aftur inn á Egilsstaði frá Hallormsstað og þá verður þessi örlagaríki atburður. Við erum inn í Hallormsstað enda, við erum bara rétt komin upp úr Allavíkinni og erum aðeins sagt, komin áleiðis að Egilsstöðum þegar að kom flutningabíll og hann lendir á okkur sko. Já, og þú varst við stýrið, þau vildi að þú keyrðir og þú varst búin að keyra alla ferðina. Já, við keyrum suður fyrir sko. Já. Við byrjuðum eftir fjallaferðina og komum til Reykjavík og síðan fórum við á þessum bílaleigubíl suður fyrir og gistu fyrst í Vík og síðan Skaftafelli og svo vorum við komið hann austur og ætlum við bara að klára hringinn. Og þau áttu flug hann einhverju 3 dögum seinna sko, út aftur. Hvað manstu frá slysinu? Svona líka bara í svo aðdragandanum og manstu síðustu bara, er þeir í fersku minni ennþá bara svona síðustu mínúturnar áður en þetta gerist eða? Jú, sérstaklega þegar við vorum hann að dúla okkur niður í Allavík, þetta var eitthvað svo yndislegt og rólegt og ég veist að já það er allir farnir eftir Verslunarmannahelgina sko, það var orðið rólegt og fáir en ofsalega fallegt veður og svo bara það er eina sem ég man sko að það er allt í einu komin flutningabíll fyrir fram að mig
Það bara, þú veist, þetta var eins og... Hann hefði bara komið fallið að himnum. Já, það var eitthvað negið þannig. Það var mjög skrítið, sko. Því það var rosalega lítil umferð. Og ég var alveg vakandi yfir öllu sem var að gerast í kringum mig. Og svo bara upplifur þá eitthvað ofubáslegt högg. Já, það verður bara högg og hljóðin sem ég man, það var svona eins og grjót. Eins og það var einhver að íta til grjóti eða hreyfa til grjóti eða eitthvað neginn. Það er svona það sem ég man. Já. Og ég hugsaði líka, hvað er ég komin út í fjöru eða eitthvað? Já. Það var svona, maður svona spáir í hvar er ég? Hélstu meðvitund allan tíman? Nei. Ég fékk meðvitund annars slagið. Já. Þegar það var komið þögn. Já. Allt í einu, byrju, hvar er ég núna? Hvar lendi ég? Já. Og ég opna augun og ég sé þau. Og ég sé að það hefur eitthvað komið fyrir bílinn. Ég reyna að kalla en á erfitt með að koma upp hljóðum. Já. Og ég á erfitt með að hreyfa mig. Já. Ég er einhvern veginn föst. Og því ég horfi niður að þá sé ég ekki hnén á mér. Nei. Og ég hélt sko, ég segja, það er eitthvað brotna þarna, það lítur að laga þetta. Já. Fórstu að hugsa strax svona jákvætt, já. Það gerðist eitthvað, já. Ég fann ekki til. Nei. Ég fann ekki sársaukann. Nei. Fannstu? Sko líka minn, hann er eitthvað þannig gerður, já. Að hann deyfir. Já. Og ég held að það hefur gerst þarna. Hann bara deyfir, já. Og þú finnur kannski einhver staði til, en já. Það bara, ég fann ekkert fyrir fótunum. Nei. Ég var mölbrotin. Og hvergi fyrir sársauka eitthvað svona það var eina, sko ekki þarna á þessu augnabliki, en svo kemur eitthvað fólk þarna að og ég heyri bara Guð minn almáttugur og svona róp og köll og hérna, svo dett ég út. Ég datt út örugglega mjög oft, já. En svo man ég einhverju tímapunkti að ég horfi upp í himinn og ég svo, hvað var ekki þak á þessum bíl? Þá var slökkviliðið búið að koma og klippa þakið. Já. Og þá fór ég, þau voru með eitthvað háað á hann. Þú veist, þá heyrði ég ykkur vel eða eitthvað. Já. En ég held ég hef verið deyfð eitthvað niður líka. Að ég var föst í bílum. Þú varst bara föst í bílum, það þurfti að klippa það út úr bílum. Já. Og þeir sögðu mig seinna einhver maður hjá slökkviliðinu, þeir eru nýbúin að fá eitthvað tæki. Já, þarna fyrir austan. Já, nýbúnar að fá þetta er fyrst skil sem þau notuðu þetta. Já. Og það sem betur fyrir áttuður þetta tæki þarna fyrir austan. Já. Og gáttu klippið mig út. Já, Guði sé lof. Annars er þetta bíða örgulega lengi eftir því. Já, það hefði örgulega tekið svona tíma. En áttaður þau á því, manstu hvort þú hugsaðir einhver tíman að þau væru dáin? Vinir. Mér fannst svolítið erfitt að ég náði ekki sambandi við þau. Þegar ég reyndi að kalla eða gefa frá mig hljóð að ég fekk enga svörun og þau hreyfðu sig ekki. Og þá ég segi, byrju, þetta er ekki eðlilegt. Og það hlýtur að hvað það komið fyrir. En mér var sagt að seinna að þau dáið bara samstundi, sko. Hálsbrotna bæði. Sem var hræðilegt. En ég hugsaði ekkert það hvernig ég væri komin. Eða þú veist, ég áttaði mig ekkert á því. Nei. En svo sé ég þarna lögreglumann standa yfir bílnum sem við vorum í gistingu hjá. Já. Nóttina. En hann var í fríi, en hann var kallaður út. Sem þekkti ykkur vel? Já. Hvað? Og það fannst mér erfitt. Já. Fórstu að hugsa það, hans vegna, að hann væri að lendi þessu? Já, sko, mér fannst ég verið að senda honum bara skilaboð fyrir að þurftir að horfa upp á þetta, sko. Já. En, já, það var svolítið erfitt. Já, það var svolítið erfitt. En það tengdi okkur bara meira saman. Já. Bara, þú veist, það búið að vera eintislega vinskapur alveg síðan, sko, já. Og var áður. Já. Þannig að það var svona dálítið skrítið, sko. Heldur að honum kannski, eftir að hyggja, kannski bara fundist betra að fá að koma á vettvang? Svona, já. Heldur en að hann hefði verið einmitt fengið bara fregnir og hann var í fríi og var ekki? Já, ég held að. Það gæti nú alveg verið. Við svo sem ekki rætt að sérstaklega, en... Nei.
En svo bara mér skuttlaðin á Egilsstaði eða ég man það þó þegar þeir búin að ná mér út og að rétta mig af. Já. Þá fann ég svo til í bakinu og maganum. Já. En svo datt ég út. Já. Og ég man ekkert fyrir en ég heyri þyrluspöðunum. En þá var sérst búið að fara með mig inn á Egilsstaði, inn á sjúkrahús. Þeir gátu ekkert gert. Nei. Það var bara kallaði þyrlum strax. Já. Þannig að svo þegar ég kem til Reykjavíkur að, já, sérst með þyrlunni, ég myndi nú svo mikið neitt í þessari þyrlu, en hérna læknir sem að tók á móti mig þar, hann sagði mig seinna að ég hefði kvartað undan magaverk og það var til þess að þeir skoðuðu mig betur og þá var ég með blæðandi lifrina. Já, blæðingar. Já, sko, það brotnaði rifbeinin. Já. Hægra megin og það stakst inn í lifrina sem skar hana. Já. Og þeir þurftu að opna mig alveg frá brjósti og niður og reynsa út bara. Þannig þú fórst í stóra aðgerð þarna? Já, þetta voru víst 12 tímar fyrst og svo aðri 12 tímar eða púsla saman fótunum, sko. Þeir gerðu ekkert við brotin. Öll brotin sem ég hafði aldrei brotnað áður. Aldrei nokkuð tíma. Þannig fóru bara öll bein sem gátu brotnað á því. En það var til þess að þeir gátu stoppað þessa blæðingu og svo þegar blæðingi var stoppuð þá gátu þeir haldið áfram og púsla saman fótunum og gert að þessum brotum. En svo mér bara haldið sofandi í 2 vikur, sko. Var þér haldið sofandi í 2 vikur? Já. Og það er það sem fólk fréttir. Já. Það fréttir þetta. Já, nákvæmlega. Já, og svona almenningur fréttir. Já, og svo kannski ekkit meir. Nei, nákvæmlega. Það er alveg rétt hjá þér. Maður heyrir stundum, já, þú veist, farþeganum sem að lifði er haldið sofandi og já, akkurat, það er rétt. Á gjörgæsludeild Landspítalans heyrir maður, sko. Já. En svo fannst mér, ég þarna mánuð á Borgarspítalanum og þaðan mér bara skutla beint út á Grensásdeild. En manstu þegar þú vaknaðir, sko, eftir 2 vikur? Já, ég man það. Já. Varstu þá vakin, sérstaklega, eða vaknaðir bara sjálf? Já, ég var vakin, smátt og smátt. Já, smátt og smátt. Ég man það, ég gat ekki talað því ég var ennþá með allt öndunardótið í gegnum hálsinn. Ég gat ekki talað. Ég er ennþá með, sko, særindi. Eftir það, já, svona pirring. Já, það er alltaf eitthvað. Já. Það er svona, já, það er ég er nefnilega líka nýbúin að vera lasin. Já. Þannig að það er svona, það finnur það, já. Röddin svolítið skritin. En hérna, já, ég man þegar ég vakna og ég var svo rugluð, ég var svo uppdópuð, maður er bara í vímu einhverju. Eitthvað sem ég kannaðist ekki við, skilur. Nei. Þetta var eitthvað svona, svolítið mikið, sko. Já. En allavega þá, hérna, ég ruglaði bara. Já, eðlilega. En já, fyrsta sem ég man, þá finnst mér ég vera lítill haus á svona nálapúða. Mér fannst sko vera svona póki utan mig, hérna, líkamann, og ég var bara eitt lítill haus. Já. Upplifunin af því þegar þú vaknar og sér. Að ég gat ekki hreyft líkamann. Og þá er ég bara nálapúði. Já. Og hérna, ég man ég opnaði augun og systir mín og sonur minn, þau eru yfir mér þegar ég er að þess að opna augun. Og að því ég gæti ekki talað, þá talaði ég með augunum. Og sonur minn, hann tekki mig það vel, að hann las út úr því sem ég var að spyrja. Ok. Og hann segi já, það er rétt, þau eru dáin. Já. Hann vissi að þú varst að spyrja með augunum hvort þau eru dáin. Og þú ert að fá að vita það þarna 2 vikum seinna í raun og veru. Þannig fekk ég sko staðfestinguna. Já. Já, þetta er alltaf ótrúlegt lífsreynsla. Og þá kannski var þá þeirra útför af staðinu og eitthvað svoleiðis, eða? Nei, það var líka eitthvað búið við sem sko reyna að finna sér út hvernig að þetta koma þeim heim. Já. Og það var nokkur aðri sem stóði því einhvern veginn. Var það bara einhverja annara að, ég sendir að þeim sem vantarlega sem sá það. En þau voru síðan brend úti og hérna, og öskunni þeirra dreifð árið seinna og ég mætti. Þú mættir út og varst viðstödd það?
Já. Vá. En þegar þetta er rosalega lífsreynsla. Já, og líka það að þú sko ert raunur að fá þarna staðfestingun og raunur áttaði á því sko að þau eru dáin og þá ert þú liggjandi þarna einhvern veginn ósjálfberga og enginn getur sko talað, eða þú getur ekki talað og það enginn sem getur tekið kannski utan þig og það hlýtur að vera alveg rosalega erfitt. Já, mjög. Þú varst einhvern veginn bara að syrgja bak við glervegg einhvern veginn sko. Já. Sér þarna fólk en þú gast ekki verið að þykja styrkin. Já. Það hlýtur að vera rosalega erfitt. Já, það var bara pína sko. Já. Og svo ferðu náttúrulega inn á Grensás í endurhæfingu og hvernig gekk það? Ég meina það hefur verið brekka framundan alveg, eða bara fjall. Það var stórt fjall. Já, stórt fjall. Það var rosalega mikið sko. Já. Ég er alveg mánuð á Borgarspítalanum. Já. Ég var svo lengi að meldingarvegurinn fór allur í eitthvað rugl. Já. Og það var svo lengi að koma, sko ég gæti ekki haldið niður í fastri fæðu sko, langa tíma. Það svona tók toll sko. Sko það er 12 ár síðan það gerist. Og það er 12 ár í ágúst, já. Og þú er aldrei sko borðið spætur líkamlega að lenda í þessu, ég meina þú finnur ennþá fyrir afleiðingu, er það ekki? Já. Já, það er náttúrulega, sko við erum með fullkomin líkama. Já. Eins og ég sagði, hann deyfir þegar hann þarf. Já. Hann endurnýjar beinin okkar þegar að það er hægt að tjasla þeim saman. Já. En stundum farið ekki rétt saman. Nei. Og þá er kannski, það veldur verkjum. Já. Ég fekk beinþynningu, alveg rosalega beinþynningu. Upp úr þessu? Upp úr þessu vegna þess að líkamanninn hafði ekki undan að endurnýja. Já. Og þá bara var allt orðið svo stökkt og skrítið að ég brotnaði 3 ganga eftir slys. Í alvörunni? Bara við eitthvað lítið njask? Já, bara smá göngutúr og reyndar það var tekið of snemma úr mér pinnar og það rökk í sundur. Þannig ég var að díla við það framöttur öllu sko. En andlega... Það var 2009 síðasta brot. Síðasta brot 2009, já. Sko, við erum hætt þar. Já, hætt þar. En sko andlega uppbyggingin eftir þetta, hvernig hefur hún gengið? Já, þetta er búið að vera ansi mikið þrautaganga. Ég fekk sálfræðiaðstoð og félagsfræðiaðstoð aðeins þarna á Grensás. Svo fór ég í Hveragerði reyndar eftir þetta og fekk mjög góðan sálfræðing þar sem hjálpaði mér alveg ofsalega mikið. Að vinna úr áfallinu, þú náttúrulega... Já, þessi andlega sko. Líka örugglega verið þá bara með hvað áfalla streitu einkenni eftir þetta, hvernig var það? Ég var aldrei kallað á þetta neitt sérstætt. Nei. En þetta, já allir það ekki, ég menna maður er bara... Varstu að endur upplifa þetta aftur og aftur slysið og eitthvað svoleiðis? Var það vandamál? Nei, ég held að söknuðurinn af þeim hafi verið... Því yfir sterkara? Það var miklu sterkara. En varstu að díla við þessar, að því að maður tilfinningar hafa stundum bara, hvernig einn, bara sinna einn vilja og það eru ekki alltaf rökréttar sko, en það eru samt. Þú veist, varstu að díla við erfiðar sorgartilfinningar eins og, þú veist, sektarkennd og eitthvað svoleiðis fyrir að hafa, þú veist, lifað af en ekki þau. Já, það kom hana fyrst, fannst mér, voða mikið. Já. Að maður svona, akkur fór ég ekki líka? Akkur lifði ég þetta? Akkur fekk ég ekki bara fara og þau fengi að lifa eða akkur fórum við ekki bara alls saman? Hvernig dílar maður við svoleiðis? Ég veit það ekki. Nei, það er heiðarlegt, það er svar. Nei, veistu það, ég held að maður þurfi að tala um þetta og maður þarf að geta talað um þetta og þú veist, og fá skilning. Já. Ekkert að vendilega fá svör, heldur bara að fá áheyrn. Nei, bara og líka þegar maður talar um það, eins og maður segir, að þá skilum maður þetta líka betur sjálfur. Ég held að það sé líka svolítið mál. Að maður átta sig á því að þú veist, lífið er bara svo margbreytilegt. Já. Og slys gerast. Og jú, ég var með rosalega sektarkennd. En svo ég segi, býtu, já, þau þurftu þá ekki að lifa þetta, að vera veik. Nei.
með svona brotin líkama og sál í svona langan tíma. Þau sluppu við það. En ég tala mjög mikið við Julie. Já, bara svona. Já. Hún virðist vera mjög náið með þannig, finnst mér, að við erum alltaf að tala saman. Já. Og ég er svo heppin að fá að kynnast börnunum hennar. Já. Og nú eru komið 2 barnabörn sem að ég er svona að vinna á mitt band. Já, og þú hefur farið að heimsótt. Já, og alveg elska það, sko. Að fá að vera svona partur af þeirra lífi, sko. Þau eru alveg yndislega. Dagbjört, Oddný, ég held þú kannski gerir ekki grein fyrir því hvað þú hefur gefið margar gjafir, bara í þessu eina viðtali, með því að segja frá þessu og líka tala um þetta svona eðlilegan hátt og líka, sko, hvernig þú varst að vinna úr áfallinu, af því það eru þetta fleiri sem er í þessum sporum og eiga þessa reynslu. Og bara svo gott að heyra þig tala um þetta af svona, já, bara svona að visku og yfirvegun. Og ég held að það geti hjálpað mjög mörgum. Takk fyrir komuna. Og við kveðjum héðan í dag og við sjáumst aftur í næstu viku. Takk.